Ívar, bara svona rétt eftir leik, áttu eitthvað snefil eftir orku eftir svona? Nei, bara gríðarlega stoltur af strákunum og ekki bara stoltur af bekknum mínu sem kemur inn á þegar við erum með allt í óefni og þeir snúa við leiknum. Breki, Kristján, Hjálmar kom inn alveg gríðarlega grimmir og ég er bara hrikalega stoltur af liðinu. Anton þristurinn á Hössa í fjórða leikluta, í lok þriðja kemur þessi 12 stig eða svo, það leit ekki vel út þá, hvað svo? Nei, við tókum þá tíma strax og menn voru bara brjálæðir í tímanum og ætluðu sér að rífa sig upp og við skiptum bara mönnum inn á sem komu brjálæðir inn og sýndu mikla baráttu og þeir kveiktu neistan. Þessi sería, hún er búin að vera heldur betur upp og ofan, hvernig er svona tilfinningin að klára það sig í dag? Það er náttúrulega bara léttir að klára þetta, Keflvíkingar spilaði gríðarlega vel og mér hefur ekkert fundist við verið að spila neitt illa þó að við höfum tapað. Það var svona vantað smá neista hjá okkur, en mér hefur fundist verið að spila ágætlega en þú veist að vantað alltaf eitthvað smá hjá okkur. Það kom í 3. og 4. leikluta í dag hjá okkur í lok 3. og nú þurfum við bara að vera með þessi geðveiki áfram. Þessi lokaprosessun, Emil setur stóran þrist og finnur allir fara tæknivillu, hann hefur vantarlega ekki verið uppáhaldsmaðurinn þinn hann í nokkur sekundur. Nei, við vorum eiginlega komnir með leiki þegar Finnur gerir þetta, ég veit það ekki, þeir eru að hlusta á vælið í Hössa, hann er búin að væla allan helvítis leikinn, ég skil ekki hvað er að hlusta á hann sko. Þannig að en svona er þetta stundum að dómarar stundum þurfa að jafna leikinn, þeir gera það núna. 5 leikir á móti Keflavík, hefur einhver komment þá sem andstæðinga? Keflavík sem andstæðinga, það segir mig. Bara hörku andstæðingar og þeir ég meina í raun er þetta bara 50-50 hver megin sigurinn endar og þú veist þannig að það er ekkert að hrósa Keflvíkingum. Ég held að við spiluðum ágætlega og fyrir samt í 8 leik á móti þeim og það sýnir bara að þetta voru 2 sterk lið að keppa. KR framundan, eigið þið orku í það eftir þetta einví? Já, hver á ekki orku eftir svona leik? Ég bara spyr, ég meina ef þetta gefur ykkur ekki alveg gríðarlega orku, nú er bara KR búið að vera að bíða, mér er alveg saman þó að þeir segja þessi gott fyrir á gamleikinn að bíða að við höfum gott að því að spila og við komum með eldmóð í þetta. Bara rétt aðeins húsið, búið þvílík stemning, manni í stuði, hvað er þetta að segja til svona leik? Árið stórkostlegir, það er alltaf verið að gagnrýna það að það sé ekki margir hérna í Haukahúsinu. Þú veist, hvar fáið þið annars staðar 2000 manns á leik? Ég held að við fáum það ekki annars staðar, svo ef við fyllum bara öðrum megin, þá erum við að gera jafn mikið og öll hinn húsin eru að taka. Þannig að menn verða nú aðeins að passa sig í gagnrýni þegar það vanti áhorfendur þegar við erum ofta fjölmenna þetta er bara miklu stærri hús og menn þurfa aðeins að vera að nota skynsemina þegar það er gagnrýni. Páska frí framundan, ertu búin að setja páskaeggja banna á þína menn? Nei, ég held við þurfum ekki að setja neitt páskaeggja frí á það og ég held að þessi er bara það skynsamir sjálfir. Við náttúrulega æfum bara vel og undirbúum okkur fyrir næsta verkefni. Bingo.